Já, komið sæl, þið að hlusta útvarpsþáttinn Harmageddon og við erum hér komin með góðan gest í hljóðver. Það hún Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og það kannski alltaf að taka fram svona til að vera faglegir að við Ragnheiður erum nú ekki alveg ótengd, það er svona smá fjölskyldu tengsl milli okkar, svo þetta sé allt á faglegum grundvelli, þannig að Máni verður kannski vondalöggan í þessu viðtali. Já, ég verður vondalöggan í þessu viðtali sko. En Ragnheiður, vertu velkomin. Takk fyrir það. Þú er núna nýverið tilkynnt að þú munir bjóða áfram kost á þér til þingsætis í Kraganum, ætlar að sækjast eftir öðru sætinu. Já. Hvernig kom það til að þú kemst niður á þessa ákvörðun að taka áfram þátt í þessu? Það náttúrulega fyrst og síðast það ég held ég geri gagn. Í öðru lagi þá finnst mér rosalega gaman í pólitík og í þriðja lagi þá er ég keppnismanneskja. Ég fór fram 2007 og lenti í 7. sæti, ég fór fram 2009 og fór í 3. sæti og nú er 2013, kosningarnar 2013. Og þegar Þorgerður Katrín ákvaði að gefa ekki kost á sér, þá hún sat áður í öðru sæti, þá bara ákvaði ég að slá til og óska eftir öðru sæti og það kemur bara í ljós hvort að samherjar mínir treysta mér til þess. Já, þetta er alltaf svona bæta árangur sín, sko, þessu keppnisíþróttunum. Já, mér finnst allavega mögulega ef maður getur það, þá gerir maður það. Já. Hvað er mikil eftirsjá Þorgerður Katrín? Mér finnst það af henni sem mannesku og mér hefur alltaf þótt Þorgerður Katrín ótrúlega flottur stjórnmálamaður og mér þykir svona fúlt að það sem er að gerast í prívatlífi hjá fólki þurfa að gera það verkum að það þurfa að yfirgefa vettvangi. En er það samt ekki að einhverju leyti eðlilegt? Já, hún metur það svo og ég virði hennar ákvörðun en ég er alveg heiðarleg þegar ég segi það er mikil eftirsjá af henni úr pólitíkinni. Hún er beinskeytt, hún hefur verið fylgin sér í öllum þeim málum sem hún hefur tekið sér fyrir hendur. Hún stóð sig mjög vel sem menntamálaráðherra og já, og hún er bara töffar í pólitík og einhver segir að það sé kannski ekki heppilegt að vera töffar í pólitík en ég meina, hún hefur verið það og mér hefur fundist hún standa af sér svona flestar árásir og verið flottur stjórnmálamaður og ég sé eftir henni. Já, það hefur verið lítið einhverja málefnilega gagnrýni á hennar störf, það er aðalega þetta sem varðar eiginmann hennar og... Já. Engin málefnaleg gagnrýni á hana. En samt sem áður, þingflokkur Sjálfstæðisflokksins, hann hefur það orð á sér að vera, eins og Jónas Kristjánsson kallar stundum bara bófaflokkur og við erum með mann sem varð á í messunni í skattamálum og greiddi sér arð úr fyrirtæki sem var rekið í tapi og svo erum með mann sem er dæmdur í fangelsi á sínum tíma, reynda búin að sitja af sér þann dóma sjálfsögðu allt það og menn sem fengu háa styrki menn sem eru formann sem er vafinn inn í eitthvað mál. Já, er ekki alveg full þörf á bara allsherjar endurnýjun í þessum flokki? Fyrst ætla ég nú að taka það fram að þegar Jónas Kristjánsson kallar þingflokk Sjálfstæðisflokkin bófaflokk, þá gef ég lítið fyrir það. Já. Hann skrifi gegnum tíðina að hafa nú verið með þeim hætti að það er nú líka hægt að efast það að hann sé oftar heill á geðsmunum heldur en hitt þegar hann skrifar, svo ég segi það nú bara. Já. Og í öðru lagi þá hafa menn brotið af sér og setið af sér og í þriðja lagi þá þáðu menn styrki sem að samkvæmt þeim lögum sem voru í gildi voru í lagi og ef að það á að hengja menn endalaust fyrir það sem að einhverjir telja hafi mátt fara betur þá er ég bara ekkert sammála því og ég vil nefna það að sá sem hlaut styrkin en enn ekki að tala einhverja tæpitungu Guðlaugur Þórðarson, hann var endurkjörinn í prófkjöru 2009 Jú, og þá var styrkjakerfið með allt öðrum hætti heldur en það var 2006 í prófkjöru 2006 kjósendur Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og þeir sem fóru á stað í prófkjöru, þeir kusan og hvað öðrum finnst út í bæ sem ekki eru félagar í þessum flokki veistu að þeir verða bara eiga það við sig ég er honum pínu þreytt á því að við sem erum í Sjálfstæðisflokknum eigum að bera ábyrgð svo að segja öllu og við eigum að víkja það er fullt af fólki í samfélaginu í öðrum flokkum sem að ekki fóru og gerðu hlutin og eru kannski líki í pólitík Sko nú verið samt Sjálfstæðisflokkurinn og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins standa vörðum ákveðna hagsmuni. Nú er bæði formaðurinn og einn þingmaðurinn búin að segja það að tvö brýnustu málin eða það er að segja þeir eru deilum hvort er nauðsynlegra að það sé að draga umsókn að Evrópusambandinu tilbaka eða stöðva aðildarumræðunar eða að taka aftur veiðigjaldið og maður spyr sig eru þetta í alvörunni tvö brýnustu mál sem Sjálfstæðismönnum finnst að verða að gera þegar þeir komast til valda?
Ég nú reyndar ósammála því að það er að draga tilbaka veiðigjaldi vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er nú svo flokkur sem setti veiðigjaldið á þó að það hafi ekki verið í því mæli sem það er núna og við höfum sagt í Sjálfstæðisflokknum flest hver og í þeirri umræðu sem átti sér stað að við værum hlynnt veiðigjaldinu og menn verða síðan að finna flöt á því með hvaða hætti þeir sem að eru í útgerð eiga að greiða rentu, eins og ég vil bara kalla þetta auðlindarentu af auðlindinni og ég stend fyrir það að þeir sem að nýta auðlindir landsins eiga að greiða auðlindarentu og ég er ekki sammála þeim sem segja við eigum að draga veiðigjald tilbaka. Þú ert að því liti svolítið ósammála mörgum flokksfélögum sem að vilja hafa þetta auðlindagjald sem lægst og eru nú að segja að kvótakongarnir eða þeir sem eru að græða á þessu þeir eru bara að borga þetta í gegnum skatta og gjöld svona eðlilega skatta þar að segja. Já, en það í mínum huga á að vera auðlindagjald og við verðum bara að finna þann farveg sem er skýrastur, skynsamlegastur og bestur fyrir það gjald. En það á að vera, þannig að ég mun ekki standa því að veiðigjaldið eða auðlindagjaldið eins og ég vil kýsa kalla það sé brýnasta mál komist Sjálfstæðisflokkurinn til valda að draga þetta tilbaka. En þá sko umsókna Evrópusambandinu að stöða það ferli. Þú og Þorgerður Katríns, þið voru einu þing með Sjálfstæðisflokks, ég verður að tala stjartfræðilega ótrúlegt af hægri flokki í Evrópu sem ég greiddu ekki atkvæða móti umsókna Evrópusambandinu. Já, og ég er ennþá þeirra skoðunar, reyndar eins og við vorum í upphæfi Sjálfstæðisflokkunni, ég hefði kosið áður en við fórum á stað að þjóðin hefði verið spurð árið 2009 og í mínum huga árið 2009 er ég alveg sannfærð það að þjóðin hefði sagt já við því að fara í aðildarviðræði við Evrópusambandi og ég er í líka og þess vegna er ég þeirra skoðunar að við eigum að ljúka þessum aðildarviðræðum og sjá hvað kemur upp úr þessum, eins og sumir sig upp úr pakkanum og ég er sem sagt eina af þessum kjánum að áliti margra sem að vilja sjá hvað er í þessum samningi til þess að geta tekið ákvörðun þar að lútandi. En við erum ekki sammála þetta í Sjálfstæðisflokknum, það er hópur fólk sem hefur sömu skoðun og ég, miklu stærri hópur er þeirra skoðunar okkur sé betur borgið utan Evrópusambandsins og við komumst að niðurstöðu á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í vetur það að það ætti að hægja á þessum viðræðum og það ætti að spyrja þjóðina hvort það ætti að halda þeim áfram. Og þrátt fyrir það ég sé nú svona stundum sögð vera einleikari að þá er ég nú líka í lýðræðisinni og ég hlíti þessum úrskurði landsfundar. Já, úrskurði landsfundar, nú kemur þú talar um að vera lýðræðisinni og annað og það er kannski alveg eðlilegt að þá hefði kannski verið spurt hvort þetta halda þessum aðildarumræðum einhverju leyti áfram. Nú erum við að fara í kosningar 20. október, stjórnlagaþingskosningar sem sumir vilja og Sjálfstæðismenn margir hverju vilja tala niður bara sem einhverja skoðanakönnun. En í raun og veru erum við að fá þarna gríðarlegt tækifæri til að kjósa það að þjóðin fái aukið lýðræði. Hvað finnst þér eins og þessar kosningar? Í fyrsta lagi þá er ég ekki sátt við það ferli sem stjórnarskrá umræðan öll var sett í, svo ég segi það nú klárt og kvitt. Ég hins vegar segi við alla, farið og kjósið 20. október. Vegna þess að í hvert skipti sem að kosið þá gengur maður til kosninga og bara með það í huga að það er í fyrsta lagi lýðræðislegu réttur hvers og eins og hann ber að nýta og fólki í landinu sem að þingmenn vilja svo oft kalla til að tala sem ákveði mengi, þjóðin vill þetta og þjóðin vill hitt. Nú hefur þjóðin, fólkið í landinu, kjósendur, tækifæri til að mæta á kjörstað þann 20. og greiða atkvæðum það hvort það vill að þessi drög sem að fyrirliggja eigi að vera grunnur að nýrri stjórnarskrá og þessum spurningum sem að varpað hefur verið fram, hvort að þær eiga að vera inni. Og ég er hlynnt því að leita til þjóðarinnar með ýmis mál og spyrjana eða kjósenda, mér finnst þetta orðið þjóð alltaf vera svo fyndið því að það er fólk í landinu sem kýs ekki og er hluti þjóðarinnar. En ég er bara ósátt við þetta ferli sem stjórnarskrármálið var sett í. Finnst þið þá að þessi stjórnarskrá eða frumvarpið að henni, þessi aldrei réttlætanlegt að hún endi sem raunveruleg stjórnarskrá Íslands út af því að eitthvað hafi verið rangt í þessu ferli? Nei, ég held reyndar að mér finnst tvennt í þessu, það er að stjórnlagaráðinu var falið að endur skoða stjórnarskrána númer 1 en þau endur rituðu stjórnarskrána, þau breyttu hverju einustu grein í stjórnarskráni og bættu við er ekki 114 minn mig og bættu við æði mörgum. Ég hefði kosið
að áður en að við færum og spyrðum þjóðina og kjósendur að því hvort að þetta ætti að liggja til hliðar, þá í fyrsta lagi fyrir með þau drög, og það er margt mjög gott í drögunum frá stjórnlagaráðinu, svo ég taki það fram, margt mjög gott, að þá hefði í mínum huga átt að skoða hvort að þetta fjalli saman við önnur lög og þá milliríkja samninga og annað í þeim dúr sem við höfum verið að tala um að gera. Ef að það kemur í ljós að sá lögfræðihópur sem er að vinna verki núna segir það fullt þarna sem stangast á við, og við erum samt búin að spyrja fólki í landinu hvort að vilja þessi drög að liggja til grundvallar. Hvar erum við þá stödd? Það er bara stödd þar að þetta liggur til grundvallar, en það er hægt að laga það sem að þarf að laga. Já, ok. En ekki sammála því? Það má segja það, jú. Og ég bara bíð eftir því að sjá, sko, þetta er náttúrulega ráðgefandi og þetta er ekki bindandi kosning og ég ætla að segja það hér og nú. Ég kýs frekar ef að við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslur almennt að þær séu bindandi fyrir þann sem að fær niðurstöðunni í hendur. En það geti ekki verið, hvorki eins og verður í þessu máli, að það þarf þá að vinna með það á annan hátt. Ef að við erum að spyrja kjósendur í landinu ákveðið mál og viljum fá niðurstöðu þeirra, en ætlum síðan ekkert að gera með það, þá finnst mér við vera í einhverjum svona bara skrýpaleik og ég er ekki sátt við það. Er þingmönnum Alþingis stætt á því að hunsa niðurstöðu þessari atkvæðagreiðslu ef hún verður ábyrjandi í eina áttina sem jákvæð fyrir þessu eða eitthvað slíkt? Nei, sko, persónulega finnst mér við ekki geta gert það, en mér finnst eins og að skipta líka máli þá Frosti, hver er fjöldin sem að tekur þátt í kosningunum, eða er kannski bara 20% kjósenda sem að tekur þátt í slíkum kosningum eða 30%, þá sitja hinir heima og mér finnst það líka vel ákveðin skilaboð. En er það samt skilabóð? Þú veist, er ekki bara, þú veist, það er aldrei kosið, það eru hvað, 40-50% kosning í Bandaríkjunum, sko, í það mesta. Það er skilabóð að skila auðu, en ef við sittur heima, þá er þetta áfram selja valdið, sko, til þeirra sem mæta á svæðið. Já, veist það, mér finnst ekki mána, ég vil ekki bera okkur saman við Ameríku hvað var það nokkra kosningar eða neitt í þá veru, sko. Já, prókjör, Sjálfstæðisflokks og samfylkingar eru bara við líði í Bandaríkjunum og Ísrael, til dæmis, sko. Svoleiðis fyrirkomulag, ofnum prókjörum, sko. Þannig að getum við ekki alveg borðið okkur eitthvað saman með Bandaríkjunum. Þeir eru prófkjör til þingkostninga almennt í Bandaríkjunum? Já, þeir eru með eitthvað svona svipað fyrirkomulag. Sko. Já, ok, gott hjá þeir. Við höfum kannski tekið upp það. Það er margt jákvætt í lýðræði Bandaríkjunum, sko. Sem við hefum gott að taka til okkur. Já, það er ýmislegt þar. En ég held að sko, kjörsókn á Íslandi hafi oftar en ekki verið meiri heldur en í flestum öðrum löndum. Og ég vil gjarna sjá það vera áfram og við sýnum þeim kosningum sem að boða er til áhuga og tökum þátt og sýnum þannig huga okkar í verki. Við segjum annarkvort já eða nei eða eins og í þessum kosningum sem framundan eru. Skilum auðu, mér finnst það að skila auðu líka að vera mjög sterk skilaboð. En hver er þín afstaða í tilteknum málum sem er spurt eins og til dæmis með þjóðkirkjuna? Eigum við að hafa ákvæðum þjóðkirkju í stjórnarskrá Íslands? Hvað finnst þér? Já, ég vil ræða það áður en að einhver ákvörðun er tekin af hálfu Alþingis eða stjórnlagaráðs það að þjóðkirkjan eigi ekki að vera. Þá finnst mér eins og mörgunum mála þá umræðu þurfa að taka í samfélaginu. Með einum eða öðrum hætti. Það er hægt að halda málþing og það er hægt að gera margt til þess að skoða og ræða við fólk og spyrja það þessara spurninga vegna þess að á sumu byggjum við og við höfum svo sem talað það að við byggjum á þessum kristilegu siðrænum gildum ef að svo mætti orðið komast og áður en að það er tekið út úr stjórnarskránni þá held ég að það þurfi frekari umræðu. En þetta hefur samt sem áður verið rætt að einhverju leyti. Það eru samtökum aðskilnaðar ríkis og kirkju skilst mér sem að hafa haldið fjölmarga fundi og svo var nú einhver skoðanakönnun daginn og ekki sem að sýndi fram á að þjóðin veri hlynnt að minnir, ég man ekki hvernig það var 70% eitthvað svo sem verið hlynnt aðskilnaðar ríkis og kirkju. Það er nú kannski eitthvað umræðu en þú ert ekki með persónulega skoðun á því hvort að þjóðkirkjan eigi að vera ríkiskirkja eða ég hef verið hlynnt aðskilnaði ríkis og kirkju ég hef bara verið hlynnt en hvað með þegar við erum að tala um auðlindir í þjóðareign er það eitthvað sem að stingur því Nei og það stingur engan stjórnmálamann á þingi auðlindir í þjóðareign mann finnst það nú á þingmönnum Sjálfstæðisflokksins að þetta sé eitthvað sem þeir vil ekki sjá þetta er bara ránt menn hafa talað það að auðlindirnar eigi að vera í þjóðareign hins vegar verða menn líka þá að skoða
það eru fjöldin allur að auðlindum í dag sem í einkaeigu og þar rétturinn tryggður í stjórnarskrá. Ætlum við að taka þær auðlindir sem í einkaeigu, tökum bara ár og vötn sumstaðar af þeim sem að þar eiga og setja í þjóðareign. Hvað erum við að tala þegar við erum að tala þjóðareign? Við erum væntanlega að tala sjávarútveginn eða auðlindin í sjónum. Við erum væntanlega að tala auðlindina í iðrum jarðar og í fallvötnum og þessar auðlindir eru í mínum huga og eiga klárlega að vera í eigu þjóðarinnar. Hvað finnst þér sko eins og núna? Nú ég alveg líklegt að ríkisstjórnin sjálfstæðisflokkur góðist í ríkisstjórn næst og það því að við gagnrýnt hvað mest og ungi sjálfstæðismenn voru nú að senda frá sér svona hálfhlægilega sko yfirlýsingum vestur ríkisstjórn allra tíma þessa sem nú hvernig sko sjá til dæmis sjálfstæðismenn með atvinnumálin? Það bara, lausnin við því að koma atvinnulífinu á stað að byggja enn eitt álverið það? Nei, menn hljóta nú að leita fleiri lausna til uppbyggingar atvinnulífsætun að byggja enn eitt álverið. En hins vegar öflugt atvinnulíf að mínum mati sko forsenda velferðar og ef við höfum ekki gott atvinnulíf þá höfum við heldur ekkert annað og ég veit ekki, það var í blöðunum í dag var verið að ræða til dæmis áherslu og lítil og meðalstór fyrirtæki og þau eru til dæmis í Evrópu 23 milljónir slíkra fyrirtækja og meðan að stóru fyrirtækin eru 500. Það eru 25 miljón manns sem eru atvinnulausir í Evrópu. Ef að þessi 23 litlu og meðalstóru fyrirtæki tækju einn starfsmann til sín, þá værum við næstu því búin að útiloka atvinnuleysi. Og ég þeirra skoðunar að við þurfum að leggja hér megin áherslu á að búa til þannig rekstrar skilyrði fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki að þau blómstri til þess að losa okkur hér við atvinnulíf. Ég ekki þeirra skoðunar að stóriðjan eða álver út allar koppagrundir leysi öll okkar vandamál. En við erum eins og að fara af stað með þessa hugmynd með álver í Helguvík og ég þeirra skoðunar að því verða að ljúka, því dæmi verður að ljúka. Það verður að klára það. Hvað sérðu fyrir sko til dæmis það ætla allir náttúrulega að fara óbundin til kosninga og annað, en maður verður náttúrulega að spyrja sko hvernig heldur stemningi verði í íslensku samfélagi ef við sitjum upp með ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokk að loknum kosningum? Megum við ekki búast við sömu heiftinni og hefur verið á þingi núna? Og látum fyrir utan og tunnumótmáli bara í hverri viku eins og alltaf. Já, ef að það svo að það kom upp úr kjörkossunum í vor að Sjálfstæðisflokkurinn verði þeirri stöðu að mynda ríkisstjórn og takist það að þá ætli þeir sem eru andsnúnir því sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir að mæta á Austurvöll og berja bumbur. Þá spyr ég líka á móti, hvar þá lýðræðið? Kjósendur, og þess vegna fer það ótrúlega í taugarnar á mig þegar stjórnmálamenn eru að ákveða fyrirfram, næstum því fyrir kjósendur, hvernig þeir eiga að kjósa til þess að annarkvort að koma í veg fyrir að eitthvað verði eða þá að segja ég mun ekki gera þetta eða hitt. Breytum þá bara fyrirkomulaginu í kosningum í þessu landi með það þannig að það séu þá bara blokkir hérna og þær hafa bara ákveði fyrirfram að það ætla að vinna saman og fara fram. Það þá bara væri það ekki raun og veru heiðarlegast fyrir íslenska kjósa? Forsætisráðherra efni bara þessi og hérna megin þessi blokk stendur fyrir þetta og hinn stendur fyrir hitt. En væri það ekki heiðarlegast í raun og veru í kosningur? Þetta hefur verið voða bæði við horfum á Framsóknarflokki þegar hann myndaði ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum á sínu tíma, þegar Halldór Ásgrímsson endaði síðan uppi sem forsætisráðherra og þegar Samfylkingin gekk í samstarf með Sjálfstæðisflokknum, þá fórum þetta allir óundirbundnu kosninga. Framsóknarflokkurinn höfðaði til félagshyggju fylgisins, fékk það og sagðist vera óbundin og gekk síðan til liðs við Sjálfstæðisflokkin. Samfylkingin sagðist vera eina andstæða Sjálfstæðisflokksins, fékk síðan atkvæðin og gekk til liðs við Sjálfstæðisflokkin. En býtu, af hverju svona vont að ganga til liðs við Sjálfstæðisflokkin í það að mynda hér ríkisstjórn? Ég ekki að tala að það sé endilega slæmt, heldur ég bara að tala það að þá að mynda hægri stjórn. Það alveg klárlega. Þú veist allir hvað stjórnum færð, alveg sama hvað. Nei, og við erum sammála því og við getum kannski tekið skondnasta dæmi
nokkuð tíman í pólitískri sögu 1978 þegar Framsóknarflokkurinn beið hér algjört afhroð og Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalagið unnu hér stór sigur. Þá gátu þessir tveir vinstriflokkar ekki komið sér saman hvor þeir ætti að fá forsætisráðherrann og leiddu til öndvegis Ólaf Jóhannesson sem hafði fengið algjöra raskellingu í kosningunum. Þetta var náttúrulega svona dæmigert bull. Segðu mér eitt aðeins svona út í dúr, þú vannst með bandalagi jafnaðarmanna sínum tíma og varst í einhverju framboði, það ekki rétt hjá mér? Jú, ég stofnaði bandalagi jafnaðarmanna meðal annars. Með Vilmundur Gylfasyni og fleirum, já. Og hvernig kom það til að þú endar í Sjálfstæðisflokknum? Af því að ég hef sjálfsagt alltaf verið það sem að menn kalla hægri krata og verið svona yst á þeirri línu í gamla Alþýðuflokknum og svo í bandalagi jafnaðarmanna og mér hugnaðist ekki að ganga til samstarf við vinstrimenn. Þannig að ég gekk í Sjálfstæðisflokki 1986, bandalagi jafnaðarmanna dó því miður. Þeir þingmenn sem að þar voru gátu ekki komið sér saman að vinna að hugsjónum bandalags jafnaðarmanna og ákveða að fara einn í Sjálfstæðisflokkin og 3 í gamla Alþýðuflokkin. Því miður, að mínum mati. Og ég gekk til liðs við Sjálfstæðisflokkin í kjölfar þess og 1986 af því að mér fannst ég bara eiga meira sameiginlegt með þeim sem að þar eru heldur en á hinum staðnum en ég örugglega líka sögð vera einhvers staðar á miðjunni eða vinstramegin í Sjálfstæðisflokknum þannig að ég örugglega svona þessi frjálslyndi Sjálfstæðisflokk. En það hafði nú eiginlega kannski verið skortur því og þú tala nú stefnu Sjálfstæðisflokksins líka. Maður svona erfitt með að átta sig á henni. Maður finnst flokkurinn svona algjörlega hafa forðast alla frjálshyggju ef hann hefur einhvern tímann staðið fyrir hana bara yfir höfuð. Ég held að hann hafi aldrei staðið beint fyrir frjálshyggju. En það ekki í raun og veru slæmt að við sitjum uppi hérna með enga frjálshyggjuflokk? Nei, þá bara verður að stofna frjálshyggjuflokk vegna þess að stefna Sjálfstæðisflokksins byggir ekki á frjálshyggjunni, hún byggir á stjætt með stjætt og frelsi einstaklings til orðs og athafna. Já, sem nú vissulega frjálshyggja. Já, en þú getur farið svo alveg yfir á ysta-kantinn þeim megin og það er til frjálshyggju. Jú, þeir eru margir frjálshyggjumennir sem hafa nú gengið úr flokknum Já. En en það er allavega ég minnst allavega svona vera ákveðin og manni finnst svona ákveðin skortur á því þetta frelsi einstaklingana líka einstaklingsins að berjast fyrir því bæti kjörum, maður sér ekki alveg líka hvernig þetta á að vera mögulegt, allt í praktis þegar Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að koma til valda og hvort við sjáum það í raun og veru gerast. Þú veist, kjósandinn sem tilheyrir þá vinstrivagnum annars þar, hann upplifði náttúrulega Sjálfstæðisflokkinn ótrúlega mikið í þessari baráttu gegn veiðigjaldinu sem alveg bara stórkostlegan klíkuflokk og finnst þér bara og hagsmunaflokk fyrir útgerðarmenn Já, þá verðum við sem erum í Sjálfstæðisflokknum bara einfaldlega að tala skýrar. Ég tel ekki að við séum og í mínum huga er ég ekki sér hagsmunagæslumaður LJU eða útgerðarmanna. Ég er þeirra skoðunar að þeir eiga að greiða auðlindarentu. Ég er ekki fylgjandi því að við tökum það tilbaka. Sjálfstæðisflokkurinn setti það á þannig að svo það sé sagt og ég hef ekki séð að svo innan gæsalappa sátt sem að gerða nú hér breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu sem allir flokkar stóðu að og við höfum ekki notið gæfu til þess að leggja til grundvallar breytingu á fiskveiðistjórnunarkerfinu að það sé eitthvað að standa vörð Landssamband íslenskra útvegsmanna eða sjávarútvegin eða kvótakóngan eins og þeir eru kallaðir en ég get ekki hugsað mér, ég ætla bara alveg að segja það hreint og klárt, ég get ekki hugsað mér að búa í þessu forsjárríki sem að mér finnst ég búi í þar sem að eru stjórnmálamenn sem að vilja segja mér nákvæmlega hvenær ég má draga andan og hvað ég má gera og hvert ég má fara og mér finnst vinstri stjórnin svo sem að hér hefur, mér finnst hún í grundvallaratriðum vera að breyta í þessa veru og ég get alveg sagt að bara hástöfum. Ég ætla mér að koma í veg fyrir það með öllum ráðum og dáðum ef við getum orðað það svo. Að koma í veg fyrir það að vinstri stjórn sýti hérna? Já, ég ætla að gera það vegna þess að mér finnst hún hafa farið inn í þann farveg að pína fólk. En það er samt í það verið. Það er alveg rétt, það er náttúrulega alveg deginljósara að þessi efnahagsbati sem hefur náðst hérna í landinu, hann er fyrst og fremst greiddur að millistéttinni. Já, og einkaneyslunni. Já, en maður hefur ekki séð samt ennþá, hvorki hjá sjálfstæðismönnum, niður framsóknarmönnum, niður einum einasta þingflokki, einhverjar hugleiðingar eða einhverja
sko góða lausn á því hvernig á að leysa þennan vanda. Ert þú með einhverja hugmyndir hvernig á að koma til móts við þetta fólk sem að hefur verið að sjá húsnæðislánin sín sko springa upp í verðtryggingunni og að taka á sig allar byrðarnar fyrir bæði slugsana sem sumir geta einfaldlega ekki borgað og aðrir bara borgi ekki af því að þeir eru með sína regnir á öðrum kennitölum og svo framvegis. Sko, í fyrsta lagi þá það mín skoðun og ég held að þar hafi þessari ríkisstjórn orðið á, ég ekki að segja að öðrum ríkisstjórnum hafi ekki orðið á í gegnum tíðina, svo það sé nú sagt. En ég held að þessari ríkisstjórn hafi orðið á í tvennu. Henni hefur orðið á í því að gjörbreyta næstu því ár frá ári skatta umhverfi fyrirtækja, en við getum byrjað á því. Þannig að það veit ekkert fyrirtæki árið 2011 hvernig umhverfi verður 2012 fyrir en að fjárlega frumvarpið lá fyrir. Það eitt atriði sem að gera það verkum að hvorki einstaklingar í smærri eða meðalstórum fyrirtækjum fara á stað, hvorki í fjárfestingu eða til að taka inn fleira fólk til vinnu að þeir vita ekki hvernig umhverfið Það í mínum að grundvallar atriði að sé stöðugt skattaumhverfi fyrir fyrirtækin, getum byrjað á því, til þess að þau geti fjárfest og ná til sín fleira fólki. Það grundvallar atriði. Vinstri stjórnin, þessi eða ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur ekki séð það. Okkur hefur hins vegar öllum mistekist í því að koma nægjanlega til móts við heimilin í landinu. Það alveg klart. Já, þú notar orðalagið okkur hefur öllum mistekist. Já. Já, þannig að þið takið alveg sameiginlega ábyrgð á því. Já, stjórnmálamönnum hefur einfaldlega í mínum huga mistekist þar. Það sumir fengu lausn sinna mála vegna gengistríðarlána. Það búin til embætti skuldara umboðsmaður skuldara þar sem að fólk getur leita til. Þar eru frekar svona stífa reglur og kannski eins og þið vitið þá ríkið harðasti innheimtumaðurinn og ef að fólk hefur samið skattaskuldir sínar þá það útilokað frá umboðsmanni skuldara. Það nú eitt. 110% leiðin gagnast ekki öllum. Gagnast engum bara? Ég kannski einhverjum en fáum, en við höfum ekki og það hefur ekki verið fundin leið til þess að koma til móts við alla þann fjölda sem með verðtryggð húsnæðislán sem að fóru í hæstu hæðir frá og með janúar 2008 og mér finnst það dapurt að við skulum ekki hafa geta fundin einhverja sameiginlega lausn til þess að koma til móts við þetta fólk sem með þessi verðtryggðu lán og þá kannski þá sem að verst standa vegna þess að það algjörlega þannig að við getum ekki hjálpað öllum. Og þetta eitthvað sem að þú myndir lofa að setja fram þessi kosningalofur að berjast í þessu ef Sjálfstæðisflokkurinn kemst til þetta? Já, Kristján Frosti, ég segi Frosti sko. Nei, seg kalla hann endilega Kristján, ég gaman að. Ég þekki hann bara sem slíkan. Ég mun ekki lofa neinu, hvorki í prófkjöri eða í kosningum nema þar sem ég tel að sé hægt að standa við. Ég ætla ekki að fara í prófkjör og segja sjálfa mig að ég sé best til að gera alla hluti eða flokkurum minn sé bestu til að gera alla hluti. Mér finnst eins og að þetta mál vera svo stórt að stjórnmálaflokkar allir hljóta að þurfa að leita leiða. Hreyfingin hefur komið fram með eitt verkefni, Framsóknarflokkurum með annað. Hjá okkur verið að skoða það hvort að það heimila fólki að nýta séreignarsparnaðinn og framlag frá atvinnurekanda til þess að greiða niður lánin sín í einhvern ákveðin tíma. Já, en það málið, það allir með einhverja hugmyndir einhverju, svo þegar þeir geta haft áhrif að þá gera þeir ekki neitt eins að þeir verðist ekki hafa þori að stíga neins skref í þessar áttir. Ég ekkit vissum endilega að það að afnema verðtrygginguna sé það besta sem fyrir okkur getur komið. Ég ekki þeirra skoðuna, en það þarf að skoða með einhverjum hætti, já, það þarf að gera það. Já. Gott og vel, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, við höfum ekki meiri tíma í dag, þökkum við kærlega fyrir komuna í Harmageddon. Takk sömuleiðis fyrir að fá að koma.